Lárus, tímabilinu lauk fyrir hvað, 2 vikum cirka, hvernig er staðan á okkur ÍA-mönnum í dag? Hvað eru þið að gera núna? Hún er bara fín og bara allir í fríi í rauninni en svona bak við tjöldin eru að vinna í leikmannamálum bæði í að reyna að finna leikmenn og einnig höfum verið aðeins að breyta hópnum. Hvernig gengur þetta allt saman? Þeir eru búin að fá Gísla, byrjum þar kannski, það er risastórt. Annar af Halmstad-strákurinn kominn til ykkar, hinn fór í Stjörnuna. Hvernig er að fá Gísla inn í hópinn ykkar? Það er bara gríðarlega mikilvægt og mjög mikilvægt fyrir ekki bara hversu öflugur leikmaður en heldur líka bara fyrir það sem hann kemur inn í hópinn til okkar. Við náttúrulega erum með mikið ungu strákum og við treystum á svona eldri leikmenn eins og hann og Rúnar, Viktor, Jóns Val til þess að halda uppi svona standard hjá okkur og Gísli hann tikkar bara í öll box hjá okkur. Var erfitt að sannfæra hann? Ég meina hann hafði þó nokkuð spurningum og meina það var svo gott að tala við hann var það að hann er ekkert að koma heim bara til þess að slaka á. Hann er metnaðarfullur og hann ætlar sér ekkert að vera hann bara í einhverju fallbaráttu. Þannig að við þurftum að sannfæra að það að við ætlum okkur hluti líka. Hvernig er bara að ná að sannfæra hann? Þú talar þetta sé mjög gott fyrir ykkur. Hvernig bara þú horfir á þá styrkingu, gerir hann liðið betra? Já, alveg klárlega. Hann gerir bara liðið, félagið, allan hópnum betri. Hann gerir kröfur og það er í takt við þetta hjá okkur. Við gerum kröfur til okkar sjálfs, til leikmanna og viljum að sé hár standard á öllu hjá okkur. Þannig hann alveg smellpassa inn í þetta hjá okkur. Kom það óvart að hann kemur til ykkar en ekki í Breiðablik? Nei, alls ekki. Hvernig stendur þetta núna? Eru það að leita einhverju sérstöku á markaðanum? Já, það eru svona aðalega 3 stöður sem við erum að horfa í. Eitthvað getur leyst innanbúðar hjá okkur en við ætlum klárlega að styrkja okkur. Er það að skoða til dæmis markmann? Þú veist, þegar við vorum með Jónsölva á láni frá Breiðabliki, er það að leita einhverju samkeppni við Árna? Við erum búin að ég held að það sé ekkert leyndarmál, við erum búin að vera í sambandi við Breiðablik og við viljum kaupa Jónsölvu og Jónsölvu er alveg gríðarlega flottur markmaður og stóð sig alveg mjög vel hjá okkur. Breiðablik har ekki viljað selja hann, þannig að það verður svona komið ljós hvernig það fer. Ef við fáum ekki Jónsölvu þá verðum við að fara að leita okkur að öðrum markmannum. Viltu segja hverjar hinnar 2 stöðunar eru það? Já, við erum að leita okkur af djúpum miðjumanni. Það er svona einna helst akkord núna. Hinn staðan ætla ég ekki að segja alls strax. Hvernig er með mennina sem voru í sumar? Þú veist, orðið ljóst hverjir verða og hverjir fara? Já, það eru ljóst hverjir fara. Við erum búin að vera það voru þó nokkur leikmenn sem runnu út af samning og svo voru einhverjir 2 leikmenn sem við sögðum upp samningu við. Þannig að við erum búin að gera þær breytingar hvað verða leikmenn sem fara í hópnum. Það voru ekki fleiri sem að fara frá okkur nema eitthvað óvænt komið upp á. Vakti athygli, Hlynur Sævar uppalinn skaðamaður sem að komið sögu í meira en helming leikjanna var látin fara. Hvernig var svo ákvörðun tekin? Ég ætla kannski ekki að tala um einstaka leikmenn, það voru fleiri leikmenn. Albert Hafsteins, hann fór líka og svo fór náttúrulega líka Marko. Marko náttúrulega spilaði og var einn af lykilmönnum hjá okkur undir lokin þegar fór að ganga vel hjá okkur. En þetta er flókið mál, þetta snýst ekkert bara um það hvort menn séu góðir í fótbolta ekki því til dæmis allir þessi 3 leikmenn sem ég bara nefna eru mjög góðir í fótbolta. Þetta snýst bara hvernig hópurinn okkar er. Þetta snýst mikið þá ungu leikmenn sem við erum með sem eru að koma upp í hópinn hjá okkur. Ég sá það þannig fyrir að þessi leikmenn yrðu ekki að fá þær mínútur sem að ég hefði viljað á vera að fá með við þann status sem við vorum með innan félagsins. Þannig að við kannski enda með að þá inn í liðin okkur, inn í hópnum okkar spilandi lítið. Þannig að það er betra þá að þeir bara leita önnum mið og þá er pláss fyrir unga leikmenn að koma upp í okkur. Ég veit að það er alveg talsvert langt í næsta tímabil en samt og að því að við erum staddir hérna á Akureyri, langar mig að spyrja hvernig er að fara í sömu deild og Þór veist þú ert að fara að spila á móti þeim? Það verður bara alveg geggjað Ég hlakka bara mikið til að takast af við þá og það er bara rosalega gaman líka að Þór skuli vera upp í efstu deild og við talum ekki 2 Akureyri-lið þannig að það er bara tilhlökkun. Og lokum aðeins út í landslið. Hópurinn var tilkynntur á dögunum, hvernig leist þér á hópinn? Var eitthvað sem stakk í augum þar? Mér líst bara fínt hópinn, þetta er bara mjög gaman að þessu núna eftir Arnar tók við. Það er mikla sviftingar í þessu og mikið læti og komið svona mikið passion fyrir landsliðinu aftur.
Já, það kom mér alveg óvart að Jói Berg kom aftur inn. Mér fannst eins og að Aron væri að sinna þessu hlutverki sem Jói kannski líka kom inn í. En ég skil alveg pælingunni á Arnari að fá þessa strákinn með þessa reynslu. Þetta verður gríðarlega erfiður leik hér og krefjandi á útivöllum, þannig að ég veit kannski ekki af reynslu inn í hópinn, en fyrir utan það, nei, hann kom ekkert annað óvart held ég. Sævar Atli, þetta byrjaði síðustu 2 leiki og ekki með, sér þú sem þjálfari og maður sem við skoðum á, sérðu laust hvernig Arnar leysir það? Nei, kannski ekki beint það. Ég held að hann hafi vel hellingsmöguleika hana fram á við og það sem ég er spenntastur fyrir er bara að sjá hvernig hann ætlar að tækla leikinn úti á móti Asurum. Ég er svona vonast þess að hann fari bara í hápress á móti þeim eins og við gerðum hérna á Laugardalsvelli, þó þetta sé sennilega allt annað lið sem við erum að fara að takast á við, komið nýr þjálfari og hefur gengið bara nokkuð vel hjá þeim eftir við tókum það í gegn hérna heima. Þannig að ég er spenntastur fyrir að sjá bara leikplanni hjá hann, hvernig hann fer pottet í einhverju pressu, en hvernig hann fer í hana, það verður bara mjög spennandi að sjá. Spenntur, en ertu stressaður fyrir svona leik? Já, ég er ekki alltaf drullu stressaður í leikjum í Íslandi, en þetta er svo mikið, það er svo mikla tilfinningar í þessu, í íslenska landsliðið annars vegar. Það vilja allir að það gangi vel og einhvern veginn þegar maður býst við sem mestu þá maður lamið niður og svo maður býst við engu þá standa þessi vel, þannig að ég er spenntur og óstressaður, já. Takk fyrir það, Lárus. Takk fyrir.